málið fellt niður á mjög einföldum ástæðum. Það fellt niður af því þeir kæra okkur fyrir að hafa unnið fyrir Milestone og afhenda gögn án heimildar. Og við getum bara sýnt þeim að við vorum með sko tölvupóstur frá Hólmsteini Gauta til okkar sem að við sýnum síðan Grími Sigurðssyni sko það gagn sem að sýnir að við höfðum heimild til að gera. Leið og ég kæri til nefndar eftirlit með störfu lögreglu. Nefndin tekur undir þessar kvartanir, sendir til ríkissaksóknara sem að fer þá að rannsaka héraðssaksóknara fyrir að rannsaka mig. Þá allt í einu kemur einhver leki sem að gera mig bara einhverju skrímsli og báðir mennirnir í viðtalinu hafa kært mig áður. Báðir mennirnir hafa tapað. Sérstaklega að sitja heim í stofu og horfa á ríkissjónvarpið og sjá þetta. Já, og líka bara maður verður líka að hafa það í huga og hvaðan koma þessi gögn. Sko ég veit að tölvan hans Gumma mín hefur ekki verið til bara í þessum heimi í meir en áratug. Tölvan hans Gumma bara búin að vera á sama stað óhreyfð í meir en áratug. Maður lést fyrir nokkrum árum, sko, mörgum árum. Varstu búin að heyra í fjölskyldu hans og þetta ekki komið úr tölvunni hans? Já, þessi tölva bara búin að vera á sama stað árum saman. Og þannig að sko það engin leki núna úr þessari tölvu og sko Helgi Seljan hefur ekki búin að sitja á þessum gögnum í mörg ár. Hann hefur ekki þolinmæði það. Og þannig að sko eina sem kemur til greina að þegar við erum síðan kærðir 2012 og málið síðan fellt niður 1. febrúar 2013 þá Heiðar Þór Guðnason tölvumaðurinn hjá héraðssaksóknara. Hann með remote access ennþá inn í tölvuna. Því að hann var ekki bara tölvumaður hjá héraðssaksóknara heldur líka tölvumaður hjá PPP. Og hann var líka tölvumaður hjá Slitastjórn Glitnis. Hann var líka tölvumaður hjá öðrum embættum ríkisins. Og þetta var allt frá sömu skrifstofunni hjá héraðssaksóknara. Þá situr þessi maður og loggar sig bara inn á gögn og gögnasöfn meðal inn á tölvurnar hjá okkur Gumma, þess vegna, desktopin bara, allt frá sama sæti. Þetta eini möguleiki. Og þetta raun og veru þá búið að vera í hirslum héraðssaksóknara í öll þessi ár, en hann lekur þeim núna. Þegar hann þarf á því að halda. Af því að þeir bregðast alltaf við vandamálum. Núna, kæran mín, núna sem var tekin upp hann af nefndum eftirlit með störfum lögreglu núna í mars á þessu ári. Núna hún komin til ríkissaksóknara. Núna hún orðin vandamál fyrir hann. Núna Namibíu málið í sjálfu sér í ykkur uppnámi. Og þá hann alltaf að fara að leysa þetta á sama hátt. Sko. Alveg eins og hann reyndi að leysa þetta 2012. En það engin leki í þeim skilningi að gögn frá sérstökum saksóknara hafi farið frá ykkur einhvern veginn, heldur það bara sérstökum saksóknari sem að láta sko, menn hafa... Það mín skoðun. Það mín skoðun. Byggt á því að það eina sem kemur til greina. Byggt á því bara hvernig viðtalið sett upp. Byggt á því hvaða gögn eru þarna. Þegar við horfir á viðtalið, Helgi Seljan og Ólafur Þór, þannig þetta bara eins og þetta ykkur æsku vinir að skoða þessi gögn. Og þetta kemur Ólafur algjörlega í opna skjöldu. Ég vona bara að vera skoða. Það bara mjög fínt. Og það megnið að sé bara hægt að skoða, sko. Það bara að skoða samskipti tölvupósta milli slitastjórnar og Gríms Grímssonar, að skoða tölvupósta milli Hólmsteins og skiptastjóra og slitastjórnar Glitnis. Það að skoða þetta allt, sko. Og þannig séu bara enn og aftur sömu aðilar sem eru vanhæfir til þess að fjalla mín mál. Ég ekki að segja mikið rannsaka þetta. Bara ekki þessi sömu menn og eru búin að vera að kæra mig gegn tíðina. Og maður búin að þurfa að verja sig gegn. Og málin hafa fallið niður, sko.